Núna erum við búin að sjá hvernig þessir selektorar og þessi reglusett líta út. Við erum ekki alveg farin að skilja þetta, það kemur aðeins seinna, en þetta svona fyrsti parturinn af þessu. Síðan hinn parturinn í CSS í raun þetta, það sem þetta C hérna. Það þetta cascade. Þetta eitthvað vitlaust. Já, ok. Ég skipti þessu til þess að við myndum ná þessu tíma, þannig að höldum áfram með smá hvernig þessi gildi líti út. Gott flæði hjá mér. En við vorum að sjá þarna að það eru strengir og url og litir sem við getum verið með. Svo getum við verið með tölur og svo getum við verið með lengdir. En lengdir eru þá til að segja til mér hvað eitthvað langt sem við erum að fara að vinna með. Og við getum verið með tvær leiðir til þess að tjá lengdir. Við getum verið með nákvæmar einingar og það til dæmis EN fyrir inches eða CM fyrir sentimetra. En það náttúrulega að segja eitthvað að vera 2 cm á tölvuskjá ekki það sama og það sé 2 cm í raunveruleikanum. Þannig að það alltaf einhver túlkun sem á þarna stað á milli og það fer eftir í raun hversu há upplausnir í tækjunum sem við erum að birta í og svo framvegis. En það sem í raun best fyrir okkur að nota þegar við erum að nota nákvæmar einingar eru pixel sem þá í raun einn pixel á tölvuskjá sem enda líka breytilegur eftir því hversu há upplausnir á tækjunum sem við erum að nota. En það svona það sem þegar við notum nákvæmar stærðir þá notum við px sem stendur fyrir pixel. Og síðan hefur við hlutfallslegar einingar sem þá í raun prósentur eða aðrar einingar sem leyfa okkur að notast við eitthvað sem þá hlutfall af einhverju öðru. Og svo höfum við auto sem lengdargildi, sem svona keyword sem hægt að setja inn líka, sem leyfir þá í raun vafranum að reikna lengdina út frá því í hvaða samhengi við erum að birta hlutina. Og síðan enn frekar innan þessar hlutfallslegu eininga erum við með tvær mismunandi svona undirflokka sem eru letur hlutfallslegar einingar og skjáprósentu einingar eða font relative lengths og viewport percentage lengths. Þessar letur hlutfallslegu einingar þær horfa á font size eigindið. Font size eigindið getur tekið eitthvað gildi og það getur tekið þá gildi sem lengd sem þá annarkvort pixlar eða einhver svona önnur letur hlutfallsleg eining. Og þegar við notum þessar, þá notum við yfirleitt EM eða REM einingar og það eru EM stendur fyrir, upprunalega stendur fyrir breiddina á M í leturgerðinni sem við erum að nota, en þetta svona sirka breiddina á einum staf. Og R root EM sem vísar í það að í staðinn fyrir að horfa á textana sem við erum að horfa á akkurat það sem við erum með eigindið, þá horfum við á rótin á skjálun okkar. Þetta meika meira sem þú skoðum dæmi. Í flestum við erum með grunneiningin 1 EM 16 pixlar, en við getum breytt þessu með því að setja font size á HTML sem þá að setja þetta rótargildi. Síðan þegar við erum að reikna út úr þessum EM gildum í elementum, þá horfa þau alltaf á foreldri sitt og margfalda stærðina alveg upp tréð þangað til að koma að þessari rót sem við erum með. Það ekki við rem sem sleppir öllum foreldrunum og hoppar beint í það að vera að margfalda við rótargildið. Og ef við skoðum dæmið þetta, þá þetta rosa flott hérna. Minkum þetta aðeins. Hérna erum við með einfalt HTML. Við erum með eitthvað div sem með class foo, text inn í því, svo erum við með p inn í því sem með em og með strong. Ok, við byrjum á að segja grunnstærðin okkar í þessu skjali eru 24 pixlar, þannig að þetta rótar stærðin okkar. Og ef við þá hendum öllu öðru hérna út og reloadum þetta, þá verður allur textinn 24 pixlar. Þessi 24 pixlar og svo framvegis. Og við getum farið, nei, hvað gerir ég nú?
Já, hérna þetta. Því að ný uppfærsla Chrome, það er búið að breyta hvernig þetta lítur út. Þannig að við getum farið hérna og við sjáum hérna 24 pixlar og svo höfum við hérna til hliðar í raun hversu stór hluturinn er. Og það er 24 pixlar. Setjum þetta aftur inn og þá förum við hérna undir þetta foo, þess að við veljum þetta hérna foo og við segjum allt letur innan þessa foo á að vera 12 pixlar. Þannig þá reloadum við vistum og reloadum og þá er núna þessi hér, font size 12 pixlar, þá er þessi hérna texti er núna 12 pixlar stór. Þannig að þá er hann hérna, font size er 12 pixlar. Síðan bætum við öðru sem segir að P undir foo, öll P sem eru innifalin í selectodnum .foo, sem er þá öll element með class foo, eiga að vera með font size 2em. Og þá horfir þetta hérna á foreldri sitt sem er foo hérna og margfaldar þetta hérna. Þannig að þetta er hlutfallslegt. Þetta er hlutfallslegt út frá foreldri sinu. Margfaldar 12 með 2 og verður þá 24 pixlar. Þannig að þá fáum við hérna að þessi textiðinni hér er 2em. Þá sjáum við hérna að það eru 24 pixlar. Og síðan enn áfram höldum við, setjum em texta undir P undir foo í 10 pixla. Þetta er nákvæm eining og hún er ekki hlutfallsleg, þannig að hún verður bara nákvæmlega það sem við skilgreiðum hana. Sem því að þetta hérna verður nákvæmlega 10 pixlar. Og síðan segjum við að strong undir P undir foo eiga að vera 1,5 em. Og þá horfir þetta á foreldri sitt sem er þá foo P og athugar foo P er með 2 em sem við horfum aftur upp á foo sem eru 12 pixlar, þannig að við þurfum að margfalda 1,5 sinnum 2 sinnum 12 sem verða þá 36 pixlar. Þannig er þetta þessi hlutfallslega sem að horfir alltaf upp tréð á foreldri sitt alveg þangað til við komum á grunninn. En ef við setjum hérna rem, þá þýðir það að í staðinn fyrir að reikna 1,5 sinnum 2, þá verður þetta bara 1,5 sinnum 12 og já, öll sýnidæmi eru á netinu, inn á GitHub, bara meðfram á sama stað og hérna kóðin. Ok, þetta er eitthvað aldrei að breyta út af því sem við ætlum að gera, lokum þessu bara og höldum áfram. Síðan höfum við, og svo er ástæðan fyrir þessari klikkun að þetta sé svona í raun töluvert flóknara en maður myndi halda það er út af því að þegar við erum að taka texta og við erum að fara að setja hann upp á síðu, kemur frá prenti, þá viljum við að alla línur og alla texti og alla fyrirsagnir í raun fylgi einhverjum ryþma. Þannig að það sé í raun eitthvað kerfi sem við erum að setja þetta upp eftir. Og við munum skoða það betur þegar við förum aðeins yfir hönnun. En þetta er að nota svona hlutfallslega stærðir, leyfir okkur að skilgreina vertikal ryþma sem er þá í raun að textin okkar liggur á einhverju baseline sem er þá við skilgreinum einhverja stærð sem er í raun línustærðirnar okkar. Við getum hugsað þetta eins og línustriku blöð og við erum alltaf að skrifa innan þessa línu á línustriku blöðunum okkar og svo fjarlægum við línurnar og þá fær textin okkar hann lítur einhvern veginn betur út og hann flæðir betur og hann er fallegri. Þannig að þá getum við skoðað hérna fyrirsögn sem situr á baseline hérna er í raun að fylla út í ágætis kontrast á okkur, hjá okkur. Þessi hérna fyrirsögn, hún situr hérna nákvæmlega innan á 3 línum í þessum vertikal rhythm sem við erum búin að skilgreina hérna. Textin síðan hérna, hann situr nákvæmlega á 1 línu. Síðan stækka ég skjáinn og þá núna er þetta á einhverju tímapunkti fyrir þetta brotna út af zoomi. En núna er þetta í raun ennþá að sama, þannig að hlutfallslega er textin alltaf að stækka og minnka í þessum sama ryþma. Og hann myndi í raun ekki gera það rétt ef við varum ekki einhvern veginn að skilgreina eftir einhverju kerfi og kerfið getum við skilgreint með því að nota þessar hlutfallslegu einingar. Síðan höfum við þessar skjáprósentu einingar sem að líta þá á viewportið
sem yfirleitt stærð vafragluggans, sem þá viewportið hérna efra vinstra horni hér, niður í neðra hægra horni hér. Þetta sem sagt viewportið. Og VAF ein eining á breiddina. Ef við horfum á að þetta hérna sé breiddin hérna á viewportinu, og þá myndum við taka þessa einingu, eða þessa breidd, sama hver hún og VAF er 1/100 af þessari hérna lengd. Og svo sama fyrir hæðina, 1 VAF-H er 1/100 af hæðinni á viewportinu. Síðan getum við flækt þetta auðvitað meira, og við getum sagt 1 VAF-min er annarkvort ein breiddareining eða ein hæðareining, hvor sem er minni, og það var að vera VAF hérna, VAF-max er 1 VAF eða 1 VAF-H, hvort sem er stærra. Þannig að þá getum við blandað þessu saman og búið til eitthvað hérna sem að þetta er í raun hversu mikið hversu stór eða litli hlutir eiga að vera eftir því á hvernig skjá við erum. Þetta fer alltaf skipta máli þegar við skoðum að gera svona responsive. Þá getum við ekki bara skilgreint eitthvað, þetta á að vera svona margir pixlar, af því að svona margir pixlar eru mismunandi eftir í hvað samhengi við erum. En ok, núna erum við sem sagt með dæmi hérna, þar sem við erum með einhver texta og breiddin á divinu, sem að þessi texti er inn í, er nákvæmlega 100 VAF og 100 VAF-H, sem því að divið er nákvæmlega jafn stórt og hérna viewportið. Síðan ef við kveiki á þessu hérna device toolbar, þá fer ég að setja vafran minn í það að geta hermt eftir ákveðnum tækjum, eins og til dæmis Pixel 2 eða iPhone eitthvað. Og núna er ég bara með þetta responsive, þannig að ég get leikið mér hérna með hversu stórt viewportið er, og núna er viewportið, þannig að núna sjáum við að ef við ferum til hliðar þá er þetta ekki grátt, og ef við skrolla aðeins niður þá er þetta ekki grátt, út af því að divið er nákvæmlega jafn stórt og viewportið. Þannig að ef við hefum séð vefi sem eru með myndir sem að fylla nákvæmlega út í skjáin hjá okkur af einhverju mynd, og svo skrollið niður og þá er myndin ekki, þá er verið að nota þessar einingar til þess að ná nákvæmlega þessari stærð. Síðan erum við með font size sem er 100 VAF-min, sem er þá annarkvort VAF-H eða VAF-min eftir því hvort er stærri. Þannig að núna er í raun textin hérna skalast eftir því textin á fyrirsögninni skalast eftir því hvort er minna, breiddin eða hæðin. Þannig að eftir því sem hæðin verður minni, þá verður textin minni. Eftir því sem þannig að þetta verður einhver svona, hann skalast þess að, og hitt er í raun, textin er alltaf út frá því hversu breitt viewportið er. Þannig að það minnkar eftir því sem að viewportið minnkar og stækkar eftir því sem viewportið stækkar. Þannig getum við í raun látið texta vera, ekki þurfa að hugsa það að láta textan okkar virka vel á stórum skjám og litlum skjám. Við getum í raun bara að skoða hversu stór er skjárin, veltum hlutfallslega svona stóra á honum, og þetta er eitthvað sem lítur vel út. Flókið forrit hvað? CSS? Nei, þá getum við nota vafran hérna til þess að leika okkur með þetta. En síðan er þetta, við setjum upp öll þessi gildi og öll þessi selektor og öll þessi reglusett og allt þetta, og síðan á einhverju tímapunkti þarf vafrinn í raun að fara í gegnum allt sem við erum búin að skrifa, hvort sem það eru 10 línur eða 4000 línur á CSS-i, og teikna eitthvað á skjáinn. Og þá þarf náttúrulega að finna út úr því hvaða gildi fyrir hvaða eigindi eiga að vera notuð. Og fyrir þetta eru reglur og reiknirit sem eru útfærð í vöfrunum og eru vel skilgreind í raunöldum í þessum stöðlum fyrir HTML og CSS. Og þarna inni koma líka þessi hugtökum specificity og cascade. En specificity er sértækni, eða specificity bara, og þetta er svona einhver tala, svona innan gæsalappa, sem er á einhverju formi A, B, C, D, og þetta A er í raun 1 eða 0, 1 ef að reglan er skilgreind í style attribute, annars 0,
B er fjöldi ID-selektora í reglun okkar, C er fjöldi attribute-selektora og gerfiklassa og D er fjöldi elementa og gerfi-elementa. Þannig að það er í raun horft á einhvern selektor og sértækni þess selektors er reiknuð út sem einhver tala út frá þessu. Þessu síðan skeytt saman, þessu kommentar eru felldar út og út verður tala sem er sértækni tala fyrir selektorinn. Þannig að ef við höfum þennan selektor, þá erum við með hérna lið sem er element og þá er fjöldi elementa er hérna D. Þannig að það verður hérna D jafnt á 1 af því að við erum með lið og svo .foo, þetta er attribute selektor, þannig að það verður C jafnt á 1 og þá fær þessi selektor specificity 11. Svo erum við með ID-selektorinn hérna sem er með þessu oktoþorpi fyrir framann. Hann er mjög sértækur, hann setur hérna B jafnt á 1 sem er þá 100, sem er þá í raun herri sértækni en þetta hérna. Þannig að þessar tölur skipta síðan máli þegar við fyrir að reikna út hvað við erum að nota. Síðan fáum við hérna að við erum með 2 attribute selektora og 1 pseudo. Það eru í raun 3, þannig að þetta verður 30. Síðan ef við setjum eitthvað í style, þá verður það hérna og þá fær það sértækni upp á 1000. Þannig að við fáum einhverja leið þarna til þess að reikna út í raun einhverja tölu fyrir hvert selektor sem við höfum. Og síðan höfum við cascade eða flóðið sem er í raun leiðin til þess að komast að því nákvæmlega hvaða skilgreiningar eiga við hvaða element. Og það er þá gert þannig að það er í raun alla skilgreiningar í öllum CSS skjölum og allt inline í style, allt fundið og því er raðað. Og þessar skilgreiningar geta komið frá 3 stöðum. Það getur komið frá user agent sem er þá í raun vafrinn. Vafrinn skilgreinir eitthvað útlit í grunninn. Það getur komið frá notanda sem er þá ég sem notandi vafrans get stillt vafran minn á það að hafa einhverja ákveðna stíla. Og svo frá höfundi sem erum við sem vefforritarar að forrita eitthvað útlit. Og þetta röðunin verður síðan svo að það er byrjað á því að finna í raun alla skilgreiningar frá user agentinum. Chrome setur 1 EM margin á öll P að ofan og neðan til dæmis. Svo koma skilgreiningar notanda, ég hef búin að segja að allir linkar eiga að vera fjólubláir, þannig að þá myndi það koma inn þannig. Skilgreiningum höfunda, við erum búin að skrifa helling af reglum sem segja til hvernig vefurinn okkar á að líta út. Og síðan koma allar skilgreiningar sem við höfum merkt með important, sem er leið til þess að í raun ýta hlutum upp, sem er leið til þess að komast fram hjá sértækninni. Síðan koma skilgreiningar frá notanda sem eru merktar með important. Og síðan er raðað eftir sértækni hvers selektors og síðan í lokin er röð innan skjals. Þannig að ef við skilgreinum 2 hluti með sömu sértæknitölu, sama specificity, þá er það sem er skilgreint seinna fær herra gildi og er það sem er notað. En important er þessi leið til þess að ýta skilgreiningum upp listan og er oft notuð svona þegar við skiljum ekki af hverju útlitið okkar er ekki að birtast eins og við viljum að það birtist og þá er út af því að við erum hugsanlega með sértæknin okkar, hvernig við erum að skrifa selektorinn okkar, að selektorinn okkar er ekki nógu sértækir, þeir eru raun að vera yfirskrifaðir af einhverjum öðrum og þá heldum við að við gerum bara important og þá hunsum við þessa sértækni og hlutinir okkar fara að virka en þeir verða mjög erfiðir í viðhaldi og er ekki góð hugmynd að nota þá. Þannig að hérna er í raun, getum við sagt, fyrir div á font size alltaf að vera 100 pixlar. Og þetta mun í raun yfirskrifa allar aðra skilgreiningar á font size fyrir div nema að einhver önnur noti important. Og þá fyrir við svona important keppni og þá fyrir þetta vindu upp á sig og allir fyrir að nota important og það verður allt. Þetta skrifum við í CSS, ekki í HTML. Þegar þú ert að segja það, þá ertu í raun að segja nei, af því að það myndi ekki virka í HTML nema þú myndir í raun að setja það inn í style attributið. Og við viljum halda þessu aðskildu. Og núna höfum við séð svona leiðina sem er notað til þess að finna þessar reglur og þá þurfum við að finna hvert er gildið fyrir hvert eigindi.
að þeir eru fyrir öll eigindi í CSS mun vafrinn fara gegnum síðan okkar og finna hver þessi gildi eru. Og það þá ef að flowðið eða cascadeið gefur okkur eitthvað gildi, þannig að það fann einhvern selektor sem með font size gildi fyrir öll div, þá mun það nota það gildi. Annars mun það nota erft gildi sem þá kemur frá einhverju foreldri eða upphafsgildi sem þá eitthvað gildi sem skilgreint í stöðlunum sem þá upphafsgildið á öllum eigindum. Og erfðugildin, sum gildi eru þannig að þau erfast frá foreldri til bus. Þannig að við erum með þetta hérna, H1 með Halló heimur og við segjum að H1 eigi að vera blátt. Þá svona intuitive skilningurinn svo að allt inn í H1 eigi að vera blátt, sem þýðir þá að heimur eigi líka verið það, þó við séum ekki sérstaklega að taka það fram. En color erfist, þannig að allur texti inn í H1 og allur texti inn í öllum elementum inn í H1 mun erfast sem blár. Og upphafsgildið eru síðan skilgreind í staðlinum og þau eru yfirleitt rökrétt, til dæmis að vera ekki með nettlit, nettbakgrunnslit, en þau geta valdið okkur vandræðum, sérstaklega ef við erum að nota shorthand og shorthand þarna sem ég hljópi yfir áðan, sem í raun leið til þess að skrifa til dæmis margin, getum við skilgreind sem margin top, eitthvað, 10 pixlar, margin bottom, 10 pixlar, en við getum líka skilgreinda margin right, 10 pixlar, margin left, 10 pixlar. Þetta getum við líka skilgreint með shorthand sem þá margin 10 pixlar, sem þýðir þá í raun öll gildin uppi, hægri, vinstri og botfái 10 pixla, eða við getum skilgreinda sem öll gildin í einu. Og þá þetta eins og klukkan, við byrjum efst, margin top 10 pixlar, margin right 10, bottom og left, eða við getum skilgreint 2 í einu, þá þetta top og bottom hérna og left og right hérna. Þetta þetta mun koma bara eftir því sem við fyrir að skoða meiri CSS og þið fyrir að fikta í þessu. En ok, þá komið að því að reikna þessi gildi og þá þarf ég að reikna út úr öllum hlutfallslegu gildunum eins langt og hægt og það til dæmis að finna út úr því hver hlutfallsleg breiddin miðað við foreldrið, hver hlutfallslega breiddin miðað við viewportið og út af þessu fáum við eitthvað notað gildi og þá búið að leysa út úr þessum háðu gildum sem þá þetta og svo fáum við raungildi, þannig að þetta til dæmis háðgildi til dæmis auto. Hvað auto í einhverjum tilfellum? Þau eru raun eitthvað sem að browserinn síðan finnur út þegar hann búinn að reikna út allt sem hann getur, þá mun hann reyna að koma fyrir hlutum sem eru með auto, þannig að þau passi eins vel og hægt Og síðan í raun í lokinni nota raungildi þar sem búið að námunda, ef við erum með rosalega marga aukastafi og þar sem búið að stundum að rúna hlutina upp. Og þá erum við festum þetta aftur til hliðar. Þá erum við með eitt section með ein divi sem með textan Halló í og grunn leturstærðin okkur eru 10 pixlar. Við erum að segja margin 0, background color yellow. Þannig að þetta er einn háð gildi, eða þetta þarf alltaf að þýða yfir einhvern lit. 10 EM, þetta mun horfa á þetta gildi, þannig að það mun þurfa að túlka það. Hérna síðan aftur gildi sem þarf að reikna út og síðan hér. Þannig að það sem við myndum hugsa það eru 10 pixlar hérna. Þetta section mun þá verða 10 × 10 jafnt og 100 pixla breitt. Þetta leturið hér mun vera 2 × 10 jafnt og 20 pixlar. Þetta border utanum mun verða 0,01 × 20 pixlar eða 0,02 pixlar. En síðan skoðum við hver eru síðan actual gildin, þannig að það það sem við höfum hérna hægra megin eru raungildin sem búið að reikna út úr. Þannig að við förum í section with 10 EM
og þá sjáum við hérna 10 EM okkar urðu 100 eins og við gerðum ráð fyrir hér. Divið hérna font size 2 EM, finnum hérna font size 20 pixlar eins og við gerðum ráð fyrir, og síðan border left width 0,1875, þannig að það í raun búið að stækka borderinn upp í eitthvað sem að við getum byrt, og ef við förum hérna í 100%, þannig að þetta verður alltaf hlutfallslegt miðað við hvað við erum búin að zooma, og það fer í raun einhver gang, eitthvað í browsernum sem að finnur út úr í hvað getum við byrt hérna sem eitthvað gildi, þannig að það bara bókstaflega sjáist á skjánum hvað það minnsta sem hægt að vera. Það ekki 0,02. Þannig að það verður alltaf einhver rúnun upp í það sem að við raun getum síðan sést. Síðan þessi vafrarnir, eins og hérna ef við skoðum aftur, hver vafri stillir sitt user agent style sheet, sem þýðir þá að það koma einhver gildi frá vafranum, og við viljum oft hreinsa það út til þess að hafa í raun grunninn okkar bara allt í nulli, og þá það þetta CSS reset sem að einhvern veginn breytir öllum upphafsgildum í eitthvað sem okkur finnst eiga að vera. Hérna svona eitt af fyrstu dæmanum hérna, sem svona reset style sheet, sem setur þá hérna margin 0, padding 0, border 0, font size 100%, þannig að þetta normaliserar öll gildi í það að vera bara eitthvað nákvæmlega ekki neitt. Og við síðan bætum okkar stílum hana. Og það sem við munum nota í þessu í raun að hérna erum við með eitthvað H1, H2 og P, og hér svona reset fátakamannsins sem í raun segir hérna universal selectorinn, segir öll element eiga að vera með margin 0 og padding 0. Þannig að ef við tökum þetta út hérna, þá fáum við auka margin hérna á body, þannig að við sjáum þennan appelsínugula lit hérna í kring, og þá sjáum við hérna user agent style sheet, þetta sem sagt að koma frá vafranum, og vafrin að setja hérna 8 pixla margin í kringum bodyið okkar. Og þetta oft eitthvað sem við viljum ekki, af því að við ætlum að vera með bakgrunn á einhverju, segjum hérna background blue, þá fáum við auka hérna hvítt í kring sem við viljum ekki sjá. Þannig að þá þurfum við einhvern veginn annarkvort að segja margin 0 á bodyið, eða þá við segjum bara allir hlutir sem eru með þetta, sem sjáum við líka hérna, fyrirsögnin með eitthvað margin fyrir ofan sig, sem við viljum ekki, því þarna í raun liturinn okkar ekki að skína eins og við viljum að hann skíni. Þannig að þá þurfum við aftur að fara hérna í main, alfyrirsögn, margin top 0. Núna þetta að fara að verða eins og við viljum hafa þetta. En með því að hafa í raun þetta reset, þá þurfum við ekki að spá í því, og þá í raun bara allir hlutir ekki með neitt margin og ekki með neitt padding. Þannig að þá verður allir svona klestir saman, en ef við færum hérna og setjum background blue, þá verður það svona, og við þurfum síðan að ákveða það að fara og setja inn margin eða padding á hluti. Þannig að með því að setja þetta svona, þá erum við að fara að segja hérna, þá ekki að vera neitt margin á body, þá ekki að vera neitt margin fyrir ofan fyrirsagnir, en við viljum hins vegar að sé undir fyrirsögnunum og undir öllum málsgreinum. Síðan þegar við förum að skrifa CSS, þá eru nokkur hlutir sem við ætlum bara að tæmja okkur frá byrjun, og það að nota ekki ID í selektorum. Nota ekki ID í selektorum. Af því að hann fær mjög hátt specificity, og það verður mjög erfitt að komast fram hjá honum nema með því að nota meira af ID selektornum, og þetta gengur illa. Og þetta líka ekki endurnýtanlegt, þannig að við erum búin að nota þennan selektor, þá getum við ekki nota hann aftur, þó svo að vafrinn muni leyfa okkur það, út af því að það á bara að vera eitt ID per síðu.
Og svo getum við nýtt flóðið til að minnka endurtekningar. Til dæmis með því að skilgreina ekki leturgerð aftur og aftur, sem hlutur sem ég sé marga gera. Þannig að við erum með eitthvað texta hérna og við viljum í raun breyta leturgerðina á hann. Þetta eitthvað sem við gerum mjög oft. Þá viljum við í raun bara fara eins hátt í tréið okkur og við getum, þá oftast bara í HTML og body, og skilgreina hérna font family. Við ætlum að nota Georgia sem serif leturgerð og við viljum að það sé bara yfir allt skjalið okkar. Þannig að þá fáum við hérna að þessi í grunnleturgerðinni og þessi í grunnleturgerðinni og við þurfum ekki að fara og segja sérstaklega á hvert P eða hvert H1 eða hvert H2, hvert H3, hvaða leturgerð á að nota. Við segjum bara almennt alla leturgerðir í skjalinu okkar eiga að vera svona og síðan ef við viljum yfirskrifa það, þá gerum við það sérstaklega. Þannig að hérna getum við sagt á einhvern ákveðin texta viljum við vera með Helvetica eða Arial leturgerðirnar, þá getum við búið til einhvern annan selektor fyrir það og sérstaklega sett það utanum þá texta. Þannig að þá sjáum við hérna muninn á þessu og svo kemur hérna meiri Helvetica texti á milli og svo hérna fyrir neðan. Þannig að þá viljum við skilgreina grunn leturgerðina eins ofalega við getum og svo yfirskrifum við það sem við þurfum ef við þurfum þess einhvers staðar annars staðar. Og svo viljum við skrifa góð og snyrtileg heiti á klösum eða klössunum okkar sem eru klass og venjan svo að nota ensk heiti og kebab case sem þá í raun lítur það svona út í lowercase, ekki mikilvægur texti, heldur important bandstrik text, list of items. Og kebab case einu af svona leiðum til að skrifa samsett orð án bila, af því að við getum ekki nota bil í selektorunum okkar, af því að bil því það leið til að tengja það saman, þannig að þá þurfum við einhverja aðra leið og kebab case þetta að nota bandstrik á milli, svo eru aðra leiðir til dæmis að nota camel case sem þá í raun að skrifa orð, heitin, hvert nýtt orð sem stóran staf og þá getum við annarkvort byrjað eða ekki á stóran staf og svo snake case líka þar sem við notum underscore í staðinn fyrir das og allt svo sem í góðu lagi en það bara í raun að vera með einhvern kóðastíl og gæta samræmis í því sem við erum að skrifa. Ekki blanda saman camel case, snake case og kebab case eins og við viljum ekki vera bara almennt þegar við erum að skrifa kóða. Síðan höfum við, eins og fyrir HTML, höfum við validation þjónustu þar sem við getum beðið W3C validatorinn til þess að validata fyrir okkur hvort við sem að gera einhverja villur og það bæði bara beinlínis villur og síðan viðvaranir. En til þess að fá alla viðvaranir þá þurfum við að fara hérna í more options og segja warnings all. Þá fáum við í raun allar viðvaranir á kóðan okkar. Og þá getum við hent einhverju, eins og til dæmis þessum hérna, sem með villum í. Og ef eitthvað væri að líta villust út, þá væri það fyrsta að allt HTML mitt valid og síðan allt CSS mitt valid. Og þá fáum við hérna color missing a semicolon before the property name. Svo fáum við hérna warnings sem þá til dæmis þetta að við erum ekki að nota bakgrunnslit þó við höfum sett lit. Af því að þá getum við gert það að við skilgreinum lit, skilgreinum hvítan lit, en síðan erðagildið fyrir bakgrunninn okkar. En síðan breytum við gildinu á erðalitnum einhvers staðar, þannig að hann verður ekki lengur svartur eins og það var, þannig að við vorum með hvítan text á svörtum bakgrunn, heldur verðum við með gráan texta gráan bakgrunn og verðum þá leiðandi með hvítan texta á gráan bakgrunn. Þannig að til þess að passa upp á að kontrastin okkar sé alltaf góður, og ef við skilgreinum lit, þá viljum við líka skilgreina bakgrunnslit. En þetta svona þessi grunn virkni í því hvernig CSS virkar og núna munum við síðan eyða nokkrum vikum í það að fara bara yfir hverja og eina virkni í CSS. Þá til dæmis byrjum við á núna að fara yfir eftir hvernig við setjum upp og teknum þessi box öll sem
En tökum 10 mínúna pásu.